prógrami var, hoppum inn, fólk fyrir að finna læri verðbólgu, læri vexti, sjáðu hvað ég gerði. Tökum heiðurinn af því, svo þegar það komið á betri stað, þá kannski leyfi flokki fólksins aðeins að hlaupa með boltan, þau vilja breyta almannatryggingakerfinu og verðtryggja bætur og svona hitt og þetta, og svo fyrir við ESB. Ég held að planið það einhvern veginn litið svona út, svona seinni hlutin verður ESB. 2027 segir í stjórnarsáttmálanum. Svo bara einhvern veginn hefur þetta ekkert af þessu einhvern veginn gengið upp, sko. Efnahagsmálin reyndust bæði miklu flóknari og það voru bara, held ég með, bara afleikir í ríkisstjórninni í þessu. Hún var allt of værukær. Allt of, og eins og segir áttu auðvitað að nýta sitt pólitíska kapital til að byrja með að fari bara taka vel á málum í ríkisútgjöldunum, en ekki húrra þeim upp 140 milljarða. En þannig að þau sitja upp með það, fyrir vikið er þessa breytinga frá flokki fólksins sem var alltaf vita, held ég eru svona kostnaðarsamar og ekki beint kannski mjög góða fyrir ríkisfjármálin, það er komin á svo vondum tíma, og svo einhvern veginn viðreisn hafa kríað það í gegn, við ætlum að byrja í ESB vegferðina ári fyrr, og það kemur einhvern veginn ónýtt líka. Þetta er orðin voðalega svona skrítingrautur og ríkisstjórnin hefur farið, finnst mér mjög hratt úr því að hún ekki tekið að þeim fyrra var það var alveg síðasta sömum fyrir svona ára eftir í tíman, það var kassin alveg út og svona maður hafði nú stundum bara hálf gaman að hvað þau voru ánægð með sjálf að sig, að mér stundum svolítið fyndið að lesa það, maður svona barslega ánægð stundum hvað þau væru að vera í ríkisstjórn og svona, en þú veist, ef maður reynir að vera jákvætt, skilur, ég meina þau voru þá, þú veist, það var glæðið svona samhugur og hópurinn einhvern, þú veist, þau voru að takast á eitthvað verkefni, minnst það núna komið svakalega hratt í sundur hjá þeim.